Það eru meiri líkur á alvarlegu slysi við árekstur því meiri sem hraðinn er. Þetta er í raun sama lögmál og gildir þegar hlutur er látinn falla til jarðar úr mismikilli hæð. Því hærra sem fallið er, því meiri verður höggþunginn. Í mörgum íbúðahverfum gildir 30 km hámarkshraði. Þar er algengt að gangandi vegfarendur séu á ferð og ekki síst börn. Ef maður gengur í veg fyrir bifreið sem er ekið á 30 km hraða, gerist þetta ef ökumaður byrjar að hemla á tilteknum stað. Ef bifreiðin er á 50 km hraða og ökumaðurinn byrjar að hemla á sama stað, gerist þetta. Margir gera sér ekki grein fyrir því hvað hraðinn skiptir miklu máli þegar umferðaröryggi er annars vegar. Eftir því sem hraðinn eykst, þeim mun lengri verður hemlunarvegalengdin. Þar með aukast líkur á að ökumaður nái ekki að stöðva í tæka tíð ef eitthvað óvænt kemur upp á.